Þegar við öndum að okkur, draugum loft í lungun, erum við að anda að okkur efni. Andrúmsloftið sem við sjáum ekki með augunum og finnum ekki alltaf mikið fyrir er efni. En hvernig hugsa efnafræðingar efni? Hvaða orð nota þeir þegar þeir tala þau? Hvað er efni? Andrúmsloftið, þetta ósýnilega, er efnablanda samkvæmt skilgreiningu efnafræðinnar. En það þýðir að í því geta verið mörg ólík efni sem að blandast saman. Þessi efni geta verið bæði frumefni og efnasambönd og hér eru strax komin orð sem við skulum pæla þess í. Í efnafræði er efnum gjarnan skipt í tvo flokka, hreinefni og efnablöndur. Hreinum efnum er svo skipt í frumefni og efnasambönd. Frumefni er það sem við hugsum sem minnstu einingu efnis. Lengi vel héldu menn að hreint vatn væri frumefni, en svo kom að því að vísindamenn áttuðu sig á því að það var hægt að sundra vatni í tvö mismunandi efni, frumefnin vetni og súrefni. Það þýddi að vatn hafði ekki lengur stöðu frumefnis, heldur var það efnasamband, myndað úr tveimur frumefnum, vetni og súrefni. Frumefnin eru efni sem að öll önnur efni eru sett saman úr. Grunneiningu frumefnis köllum við frumeind eða á ensku atóm. Þið þekkið töluvert af frumefnum og hafið jafnvel snert einhver þeirra. Ef við erum til dæmis með mola af hreinu gulli í höndunum, þá erum við með mola þar sem að allar frumeindirnar, allar litlu einingarnar sem hann er úr, eru eins. Það eru gullfrumeindir eða gullatóm. Ef við erum með hreint vatn í glasi, þá er hlutfall milli þeirra frumefna, vetnis og súrefnis, sem mynda vatnið alltaf það sama. 100 grömm af vatni sem er sundrað gefur okkur 5,6 grömm af vetni og 94,4 grömm af súrefni. Þegar hlutfall frumefna í efni eru föst, köllum við efnið efnasambönd. Frumefnin í efnasambandinu vatn mynda svokallaðar sameindir, sem þýðir að tvær vetnisfrumeindir tengjast einni súrefnisfrumeind, föstum böndum með efnatengjum, en eru lausari frá hinum vatnssameindunum sem eru þó nákvæmlega eins. Efnasambönd og frumefni sem liggja saman en tengjast ekki með efnatengjum mynda það sem við köllum efnablöndu. Þannig að ef við setjum efni eins og salt út í vatn, þá verður til efnablanda sem við getum kallað saltvatn, þar sem að saltsameindir og vatnssameindir liggja saman en tengjast ekki með þessum efnatengjum. Þannig er það líka með andrúmsloftið. Í því má bæði finna frumefni eins og nitur og súrefni og líka föst efnasambönd eins og koltvíoxíð. Þá höfum við það. Öll efni eru úr svokölluðum frumefnum. Ef frumefni er í föstum hlutföllum og tengjast öðrum frumefnum með efnatengjum, mynda þau efnasambönd og sameindir. Ef við blöndum saman tveimur eða fleiri frumefnum eða efnasamböndum sem ekki tengjast föstum böndum, erum við með efnablöndu. Og nú veist þú örlítið betur hvað efni er, að minnsta kosti hvað efni er í huga efnafræðinga.